Gyðjudýrkun mikil og eðlislæg meðal manna. Kirkjan bannar gyðjur, leyfir aðeins feðraveldi. Að banna gyðjur leiðir af sér gyðjuskorts einkenni, svo þeir bjuggu Maríu til sem gyðju staðgengir, verðandi skrifstofudömu hjá guði þeirra. Menn eiga að beina bænum sínum til hennar. Og raunar segjast kaþólikkar ekki biðja til Maríu, heldur biðja í gegnum Maríu til þessa guðs síns. Hún einhvers konar skrifstofumar hjá honum. Hún ljúf, guðinn þeirra óárennileg persóna. En auðvitað þetta bara dulbúin gyðjudýrkun. Semíramis og María eru mennskar. Gyðjurnar okkar eru kraftar í veröld, ekki mennskar konur. Notre Dame í París og vor frúikirkja í Danmörku eru hóf undir gyðjudýrkun. Þessir afvegalitu menn biðja í gríð og erg, biðja óska sér, bíða, vona og þakka fyrir það sem manngervings guð þeirra af miskun sinni útbýtir. Þakkir manna eru til að reyna að vera jákvæður, en í raun snuð. Taka því sem þessi hann gefur í bríari, það kannski ekki alveg sama að vera alvöru hamingjusamur og raunverulega ánægður. Þó ekki sem ég vil heldur sem þú vilt, ég undir þér komin og hef ekki vilja. Kannski þægilega að stjórna þannig þenkjandi mönnum. Lítill viljalus maður þykkur gjafir þótt óverður sé. Hlustið á Cincanay Lar Perava í Tamilan sem þekkir uppruna engla meðal Tamila. Þeir eru 7 sendibóðar sem færa gott og slæmt. Eru uppi í himninum á sporbaug, englar á sporbaug þarna úti. Yndislegur uppruni. Sjáðu þetta hvernig þessi skrifarar feðraveldisins hugsa. Þessi guð, nefndur guð, spurði ekki stúlkuna Miriam, síðar kölluð María, hvort hún samþykki vilja hans eður ei. Slíkt myndu nú ekki gerast í norrænni goðsögn þetta. Þeir dýrka Maríu, gera margar styttur af henni, jafnvel þó þeir banni skúrgoða dýrkun. Þeir brjóta okkar skúrgoð, setja sín eigin í staðinn, helga Karla og Maríu sem páfinn dýrkar. Styttudýrkun bönnuð en alltaf notuð af páfanum og öðrum kaþólikum. Við byggjum ekki til guða, við gerum hlutina sjálf með stuðningi náttúrunnar. Þann stuðning öðlumst við með því að nýsa niður inn fyrir skapaða náttúruna. Guðinn hlusta ekki. Þau eru forsetar þessa stóra náttúrulega fyrirtækis í alheiminum okkar. Snuðrulaus lögmál, aldrei tilviljunarkennd, geðþótta né órökrétt. Kirkjumenn kalla vísindi okkar galdra, stela því sem þið geta notað og eyðileggja allt annað. Þetta smá. Við skulum leiðrétta alla upplognu vitleysuna, en sem stendur getum við aðeins beðið. Við höldum áfram eins og við getum að safna þekkingunni, svo þegar rétti tíminn kemur, kennum við hið sanna í málinu.